Velkomin í Lego í dag. Í dag munum við vera að tala allt annað en eldgos. Við erum komin með nóg að því. Þetta hins vegar að tala náttúruna, eitthvað sem við elskum. Kallinni. Gróðurhúsaáhrifin aðalumfjöllunin í dag. Yfir á þig, doktor. Fyrst í fréttum ættum við að tala hvernig hækkandi gasmengun að gera gróðurhúsin verri og verri. Árið 2014 það heitasta síðan mælingar hófust fyrir meira en 130 árum. Þetta sé að bandaríska haf- og loftslagsstofnun NOAA í nýrri skýrslu. Það vegna þess að við setjum svo mikið CO2, betur þekkt sem koltvíoxíð, út í andrúmsloftinu sem hita upp jörðina sem þekkt sem gróðurhúsaáhrifin. Hvað getum við gert til að draga úr þessu? Við getum í fyrsta lagi hætt að nota eldsneyti og gætum við sett lög á rafmagnsbíla og við getum líka nota umhverfisvæn efni í framleiðslu og fyrir næstu aldamót þarf að vera hætt að nota jarðefnis eldsneyti til að hægja á hlýnun jarðar. Í einfaldu orðum sagt hætta að menga og losa skaðleg efni út í andrúmsloftið. En jörðin mun hlýna. Það ekkert hægt að gera við því. Aðeins hægt að hægja á hlýnuninni. Takk fyrir þetta, doktor. En nú förum við yfir á einhvern annan. Við erum stödd hér framan FMOS. Hér var fundur haldinn sem fjallar sjálfbæra þróuna. Hér hún Guðmunds hjá mér. Viltu segja hvað gert á fundinum nákvæmlega? Já, við má tala hvernig allir geta notið sín án þess að skerða úr möguleikum komandi kynslóða svo að komandi kynslóð geta líka notið sín án þess að nota áfram auðlindir. Hvernig umhverfismálin Mosfellsbæ? Þau eru góð það er verið að gefa verðlaun fyrir umhverfismál í 3 greinum Hver eru þau eiginlega? Íbúum skess kostur á að senda inn svona tilnefningar í svona 3 aðskilnum flokkum fyrir fallegasta garðinn fyrir það fyrirtæki eins og Krónan sem skara fram úr í umhverfismálum eða eitthvað þannig og fyrir fallegasta götuna, skilurðu? Takk fyrir þetta. Það var ekkert maður. Ok, yfir á þig, Sammi. Nú tölum við plastmengun í lífríkinu. Ég staddur með þessum gaur. Já, ég get byrjað með að segja að ég sé gerður úr plasti og rannsóknir segja að plast tekur það bil 500 ár að eyðast upp í náttúrunni. Fuglar, fiskur og önnur dýr borða plast. Plastið safnar eiturefnum sem fer í blóðrásina og mun líklega drepa þau. Þegar við veiðum dýrin þau ennþá með plastið í sér og eiturefnin og við borðum dýrin og plastið með eiturefnanum. Plastið getur líka drepið beint með því að festast í hálsinum og þá kafna þau. Þau geta líka flækst í meltingarfærum og þar með deyja dýrin. Já, það ekkert annað. Og nú förum við yfir á veðrið. Veðrið að breytast vegna hlýnun jarðar sem bræðir heimskautajökla sem breytir hafstraumi jarðar. Sem leiðir til þess að veðrið breytist og þá kólnar á stöðum sem áður var heitt og öfugt. Sjórinn hitnar og þá koma fleiri fellibyljir. En í dag það skýjað og kalt. Það var allt. Sjáum síðar. Því miður tíminn að þrotum í dag.